Ég trúi á Jesú. Ég man þegar ég var lítill strákur og var alast upp í Keflavík. Þegar ég fór í sunnudagaskólann, það voru mínar bestu stundir. En mér langaði samt að geta verið frjálsari þegar ég var þar inni. Mér langaði til að geta tekið vera hermaður og líkjast Daníel alla leið. En þegar ég var alast upp þá lærði ég einhvern veginn að tala ekki, treysta ekki og trúa ekki. Og ég einhvern veginn tók þá ákvörðun að ég væri óaðlaðandi, óverðugur og heimskur. Og svo gekk ég með þetta og ég var alltaf svo hræddur. En samt einhvern veginn leit ég alveg ágætlega út á yfirborðinu. En ég man bara eftir því þegar mér var boðið á samkomu, þá hugsaði ég bara hvers konar rugl það. Og ég man ég var 29 ára gamall og mér fannst, ég hafði svo skakka mynd af lífinu. Mér fannst ég vera með ótrúlega margt á hreinu, en samt var aldrei friður í hjartanu mínu. Þannig að einhvern tímann lét ég slá til í nóvember 2002-2003. Ég fer hann inn í kirkjuna og ég var einhvern veginn, ég vissi það bara að Biblían væri skáldsaga, það gat enginn sagt mér neitt annað til að fólk til að haga sér. Nema bara eftir að hafa setið hann inn í kirkjunni þá fékk ég svona ofboðslegan frið í hjartað. Og þetta var friður sem ég var búinn að leita, ég var búinn að vera friðlaus í 29 ár. Og ég var búinn að reyna alveg ótrúlega margt til að fá frið. Nema svo eftir þessa samkomu þá var ég svona alveg ákveðin í því, þetta var nú frekar hallarsett, fólk var að lyfta upp höndum. Og þetta var ekki fyrir mig, en það var eitthvað innra með mér sem bara öskraði á að ég færi aftur. Þannig að 3 vikur seinna fór ég aftur á samkomu og prófaði bara að taka þátt í samkomun og syngja með og ég man bara hvað þetta var ofboðslega dýrmæt og góð og falleg upplifun. Og alveg síðan þá, 2003 í nóvember, þá var ég verið að fara á samkomu og í janúar 2004 fór ég á alfanámskeið, kynntist ótrúlega mikið af skemmtilegu fólki. Og allt í einu var þetta fólk sem ég þekkti, það voru 2 sem ég þekkti í Fíladelfíu þegar ég fór þarna inn. En eftir að hafa farið á þetta alfanámskeið þá þekkti ég orðið helminginn af kirkjunni. Og þarna inn er ég búinn að eignast nýja fjölskyldu og nýjan tilgang og ég hef upplifað svo mikið frið og svo hef ég lært það að Guð hann gefur mér alltaf það sem ég þarf. Hann er ekkert upptekinn við að gefa það sem ég vil, ég veit stundum ekkert hvað er mér fyrir bestu, en Guð veit alltaf. Og á þessari trúargöngu minni þá hef ég fengið að upplifa það að það er alltaf eitthvað aðeins að lagast innra með mér. Og mér langaði svo rosalega mikið til að vera sterkur hérna innst inni, að vera sterkur í mannlegum samskiptum. Og á þessum tíma hef ég fengið að styrkjast ár frá ári og Guð er svo frábær, hann er með svona fullt af pökkum sem hann þráir að gefa okkur. Og ég er að fá að upplifa það að það er meiri friður í mér, það er meiri eldur og það er meiri gleði. Það snýst bara þennan Jesús sem ég trúi, það var hann sem kom inn í mitt líf og breytti mínu lífi. Og það sem ég langar að segja við þig sem ert þarna úti, Jesús Kristur, hann var ekki til fyrir mig fyrir 13 árum síðan, en svo gaf ég honum séns. Og það er besta ákvörðun sem ég hef tekið. Og það er rosalega sem fólk kemur til mín og ég er að tala við það trú og það segir bara já, það er bara fínt fyrir þessa veiku að trúa. En það sem er best í heiminum, það er bara gott fyrir alla. Svo langar maður bara að segja bara rétt í lokin að lífið er of stutt til að vera ekki alveg viss hvort að Jesús er til eða ekki. Prófaðu að koma í kirkju.